Akureyringurinn Georg Óskar Ginnakoutakis hefur vakið talsverða athygli fyrir málverk sín að undanförnu. Þessi ungi myndlistamaður sem nú stundar meistaranám í myndlist í Bergen í Noregi fékk nýverið umfjöllun á hinni virtu síðu Saatchi Art sem leiðandi í markaðssetningu, sölu og kynningu á listaverkum á netinu. Við hittum Óskar, eins og hann kallar sig, á Akureyri á dögunum og forvitnuðumst upprunann og áhugann á myndlist. Ég búinn að búa svona flest mín ár hérna á Akureyri. Ég náttúrulega kem líka frá Dalvík og átti heima þar þegar ég var lítill og fyrstu 5 árin mín bjó ég á Krít. Já. Þannig að þannig kemur Ginnakoutakis nafnið, það pabbi minn grískur. Þannig að bakgrunnur minn sem manneskja kemur frá Grikklandi, Dalvík og Akureyri. En ég hugsa mig fyrst og fremst sem Akureyring, sem Íslending, af því að ég hef búið hvað lengst hér og verið á Íslandi sem, flest öll mín ár. Góð kokteil. Já, þetta er vafasamur kokteil, en hefur virkað ágætlega fyrir mig. Já. Hvenær byrjaðir að mála? Þegar ég var lítill eins og allir, þá voru allir að teikna á eitthvað að bralla bara. Það bara eðli krakka að gera það. Og ég hætti því í rauninni aldrei og var alltaf eitthvað að fikta í myndlist. Hvort það var, yfirleitt voru það bara einhverjar teikningar og eitthvað krot og kannski að negla niður einhverjum ljóðum og einhverjum textabútum og eitthvað svoleiðis. Og síðan fór ég í verkmyndaskólann og fór þar á listnámsbrautina. Og þar voru ákveðinir grunnar sem við þurftum að taka, prófuðum hitt og þetta. Og síðan kom ákveðin kúrs sem við einblíndum bara á málverk. Og þar prófaði ég fyrsta skipti að mála einhvers staðar að verða 20 ára gamall. Og einhvern veginn, þetta er mjög korni að segja það, en það virtist vera rosalega mikið ást við fyrstu sýn þegar ég bara meðhöndlaði pensilinn og strígan og að setja, málninguna á strígan. Það voru alls konar rómantískir featurar sem ég heillaðist bara rosalega mikið að. Eftir þetta fór Óskar á fagurlistabraut í myndlistaskólanum á Akureyri og útskrifaðist þaðan 2009. Þá tók almennur vinnumarkaður við en Óskar leigði sér vinnustofu og sinnti listinni samhliða vinnunni. Í dag hann eins og áður sagði í mastersnámi í myndlist í Bergen í Noregi. Ástæða fyrir því að ég tók masterinn og núna í master. Það var náttúrulega upphaflega var ég búinn að hafa það sem í rauninni mitt markmið að halda áfram við að í rauninni að mennta mig í myndlist, en það hefur meira með það að gera, ég veit fyrir mitt leyti allana að ég hefur þegar ég útskrifast vorið á 2016 og hef gráðuna master, það segir mér í rauninni ekki neitt. Nei. Og ég ekkert betur stattur með masterskráði í myndlist að fara að sækja mig einhverja vinnur hér og þar. Þannig að ég í rauninni leita á þetta bara sem 2 ár þar sem ég get einbleit eingöngu á að vera í vinnustofunni og hitta fólk sem með fullt af hugmyndum og að gera eitthvað sniðugt og breytum umhverfi í rauninni. Og þetta var í rauninni meira lífsreynslan en gráðan sem ég var að sækjast eftir. En ef þú lýsir aðeins þinni list, þú hefur alveg prófað marga stíla og stefnur í grunnnáminu og mastersnáminu, en þú vilt halda þig við það að mála. Getur þú lýst það fyrir okkur hvernig þú málar og hvar sækirðu innblástur? Innblásturinn kemur, hann kemur allstaðar að í rauninni. Ég var mjög upptekinn að því þegar ég var að byrja að ég var rosalega mikið að fylgjast með öðrum málurum. Sjá hvað var í gangi skiljanlega og sjá hvað var í gangi í kringum mig, sérstaklega fyrir utan Ísland og heima. Það eru mjög fáir málarar sem ég fylgdist með heima. Það var Jón Óskar, sjálfsögðu Kjarval, Óli G
og Stefán Bolter. Ég get sagt svona, eflaust er ég að gleyma einhverjum hérna, en þetta svona er það sem neglist strax upp í hausinn á mér. Og innblásturinn kemur í rauninni allan í mínu tilfelli með vinnunni sem ég legg í það að vera í vinnustofunni og þar koma allar tilraunar og uppgötvunar. Þannig að ég get ég er ekki landslagsmálari og ég labba ekki í landslagi til að fara og vera fyrir einhverjum innblæstri, skilurðu. En það auðvitað vissulega gerist líka og ég síg allt inn, skilurðu. En fyrst og fremst þá kemur innblásturinn með vinnu fyrir mér. Það er búið að taka við mig nokkuð viðtöl við svona erlendar listasíður. En núna fyrir stuttu var það sem sagt Satsi Art sem tók mig fyrir. Það var haft samband við mig og þau vildu taka bara svona stutt viðtal og sýna verki mín. Þannig að Rebekka sem er þarna direktor yfir þessu Satsi síðu hafði samband og hún kunni vel við verkin og vildi gera smá umfjöllun. Þar kom smá viðtal og verkin voru sýnd og út frá því það kom athygli. Þú býrð út í Bergen, meistaranámið þitt er þar, en þú ert hérna á Íslandi núna í tengslum við sýningu sem þú ert að setja upp. Segðu mér aðeins frá henni. Ég er að sýna í sýnsalnum í Reykjavík, samband íslenskra myndlistamanna, alveg rosalega powerful sko. Og sýningin stendur frá 7. til 27. ágúst. Öllum frjálst að mæta, væntanlega? Sjálfsögðu, öllum frjálst að mæta og já, auðvitað. Er eitthvað ákveðið þema? Ertu að vinna með eitthvað ákveðið þema á þessari sýningu? Ég hef nú aldrei verið mikill þemumaður. Nei. Verki mín, ég er mjög, hvað ég að segja, ég mála mjög mikið eftir innsæðinu hverju sinni, þannig að verkin eru rosalega, þau standa á stöku hvert verk, fattarðu? Og það er ekki sko bílaröð eða málverk af einhverju, 3 málverk sem eru alveg eins, en að sjálfsögðu eru þetta öll mín verk, þannig að þau eru með, fingrafari mitt er á þeim öllum, skilurðu, og það mun alveg sjást, fattarðu. En þeman ég myndi ekki segja að verið þema, en þetta er stór partur af því sem ég er búinn að vera að ganga í gegnum árið 2015 og 2014 og þetta er það sem ég er búinn að vinna úr, basically. Og auðvitað tók við nýtt líf út í Bergen af því ég átti heima hérna áður. Og þetta er svona afraksturinn af minni tilveru þar úti. Í Noregi? Já. Heldurðu að þú munir flytja aftur til Íslands einhvern tímann? Já, ætli það ekki. Eða Grikklands? Eða Grikklands. Það var nefnilega fyndið, sko. Já, ég vona að Grikkland og Ísland muni bæði hífa sig upp úr þessari hólu sem þeir... Já, peningahólunni. Peningahólunni, sko.